skært ljós. Já, þið eru það akkurat. Akkurat. Það bara þeir sem voru að vera að dansa svona mikið sem að. Heyrðu, já, kórinn góður. Hann fer virkilega bara, það ekki bara að fara í batnaldin lengur, hann bara góður. Já, ég alveg, þetta rosa flott. Veistu hvað ég hérna, mér fannst hann dásamlega, mér fannst þið, nú ætlum ég bara að ávarpa kórinn, dásamlega þegar þið voru að syngja ykkar lög. En fyrir ekki, mér fannst það ennþá dásamlega þegar þið voru að syngja með okkur í lofgjörunni. Mér finnst bara að hafa kórinn í lofgjörunni. Nei, ég segi svona bara. Mér finnst það flott. Já. Það góðu gestur hérna eins og þið heyrðuð næstu helgi, ég föstu og sundag. Hvet ykkur til að koma og hlusta á hann. Ég veit ekki hvort þið tekið eftir í að Sibba passar mjög vel upp á það. Hún fær alls konar fólk til að koma að kenna fyrir utan sjálfan sig. Sem gott, þú veist. En hún reynir að blanda því svolítið. Það svona okkar hlutverk svolítið. Við erum mismunandi típur og karakterir og mismunandi áherslur hjá okkur, því sem í gangi. Og þeir sem hafa heyrt mig tala hérna eitthvað tímann að ég alltaf að tala með, ég var að læra þetta núna, ég var að læra þetta saman svolítið, ég var að kíkja í orðið. Mér mjög mikið í mun að sjá Krist mynda hann og móta hann í okkur og kenna okkur að skilja og lesa ritninguna til lífs. Ekki bara ég kristinn og ég les, eða eins og kannski flestir, ég kristinn og les ekkert. Ekkert samviskubit, ég sá bara það. Það bara staðreind. Bara staðreind, krakkar. Ég man eftir einum guðleysingja, svona atheist, á YouTube, hann á YouTube. Og hann að rökraði gegn kristindómnum. Og eitt af rökunum sem hann notaði var þessi, hlustið á. Það getur bara í hugum hins trúaða. Ef þetta væri í alvöru, þá myndu þau lesa Biblíuna. Hver lesi ekki Biblíuna ef það sannleikurinn? En af því að lesa ekkert, þá hlýtur þetta að vera eitthvað spooky. Eða bara ekkert var í þetta. Ég hef ekki samviskubit, maður. Ég bara. En málið það, við látum aldrei guðleysingjan segja okkur fyrir verkum. Nákvæmlega. Þegar kemur á trúnni allavega. Það getur vel að segja okkur fyrir verkjunni yfirmaðurinn í vinnunni. En já, nákvæmlega. En þegar kemur á trúnni, þá leyfum við Guð að tala. Og mig langar að tala í kvöld eða dag, seinni bara dags. Nokkuð sem að ég veit ekki, sumir hafa velt fyrir ykkur, sumir ekki, sumir verða alveg sammála með öllu sem ég segja nákvæmlega nærri því og aðrir kannski bara ekkert sammála, sem ég ætla að segja. Hann hringir. Ég og Alli höfum stund að spjalla saman, oft spjalla saman, en við höfum oft rætt hérna svona túlkun á Biblíunni og lestur á Biblíunni og Alli benti bara bók sem hann sjálfur var að lesa eða hlusta á sem heitir Irresistible eða Ómótstæðilegur. Geggjubók. Ómótstæðilegur. Það prestur í Bandaríkjunum sem að tala Jesú, hversu ómótstæðilegur hann og hann eiginlega fór í gegnum svolítið, að taka svolítið á Biblíunni og túlkun á Biblíunni og fara í gegnum það hvernig við sem kirkja Krists setjum oft hindranir í veg fyrir fólk í áttina fagnaðarerindinu. Óþarfa hindranir. Við gerum þeim of erfitt fyrir að komast til trúar með hlutum sem eru mannasetningar. Ekki skilyrði frá Guði, heldur okkar skilyrði eða okkar túlkun eða okkar einhvað sem gerir það verkum að fólk bara vill ekki eða getur ekki.
Mig langar að taka svolítið þann vingi sem hann með, nema ég ætla ekki að tala það hvernig við setjum það í fyrirstöðu fyrir fólk, heldur bara gákar þér og mér, hverju trúum við? Hvernig skiljum við Biblíuna? Hverju trúur Guð? Hugsaðu það aðeins. Hverju trúur raunverulega Guð? Ég ætla að lesa hérna aðeins. Eru til í nokkur vers í dag? Ég spyr ykkur alltaf þessu. Þið eru svo góðið með að segja alltaf já. Þið byggust við ykkur vel. En þetta fræg frásaga hérna og þekkt og þið þekki hana líka. En ég ætla að byrja þar bara til þess að við áttum okkur og hvað mér langar að ræða Hún segir okkur öfulega það. Þetta sem sagt eftir dauða og upprisi Jesú Krist. Og 2 menn úr hópnum, það voru lærisveinarnir 11, Júdas og farinn, Ískariót og lærisveinarnir 11 og aðrir sem voru með honum þegar þeir voru búin að uppgötva það að hann væri horfinn úr gröfinni. Að Jesús væri horfinn úr gröfinni. Og það segir svona, fyrst segir að Pétur sem sagt hann fór hljópnir á gröfinni og hann sá var tóm og hann farinn. Fór hann heim og undraðist það sem við hefði borið. Svo byrjar. 2 þeirra, 2 úr þessum hópi sem sagt, segir ekki hverja voru. Það bendir til þess að það ekki verið einhverju 2 af þessum 11 lærisveinum, heldur úr hinum sem sagt hópnum, stærri hópnum. 2 þeirra fóru saman sama dag til þorps nokkuð sem var 60 skeiðir rúm frá Jerúsalem. Heitir Emmaus. Þeir ræddu sín á milli allt þetta sem hann gjörst hafði. Þá bar svo við þeir voru að tala saman og ræða þetta að Jesús sjálfur, upprisinn að sjálfsögðu, nálgaðist þá og slóst í för með þeim. Pæli þessu. Þeir eru bara röltað í næsta bæ og gangi og spjalla saman og kemur 3. maðurinn og slæst í för með þeim. Það ekki eftir samt. Maðurinn myndi halda, þeir eru nýbúin að vera með honum, að þeir myndi bara, Jesús, þú ert á upprisinn, þetta þó satt, þetta allt rétt hjá þér. En hvað segir? Augu þeirra voru svo haldin eða lokuð að þeir þekktu hann ekki. Jesús sjálfur upprisinn kominn í röltið með þeim og við veit ekki hver hann Og þá spyr hann, sjáu hvernig Jesús gerir þetta. Þá spyr hann, hvað að tala strákar? Þeir námu staðar daprir í bragði. Og annar þeirra Kleófas, þá vitum við þetta var ekki lærisveinarnir 11, að nafni sagði við hann, þú ert vist eini aðkomumaðurinn í Jerúsalem sem veist ekki hvað við gjörst. Hvaðan ert þú? Og hann spurði, hvað gerist? Náttúrulega vissi það betur en nokkur annar en hvað gerist? Segið mér það. Þeir svöru, nú þetta sem Jesú frá Nasaret sem var spámaður, máttugur í verki og orðið fyrir Guði og öllum líð, hvernig æðstuprestur og höfðingja voru framsöldu hann til dauðadóms og krossfestu hann. Mér vonum að hann væri sá sem myndi leysa í Ísrael, en nú 3. dagur síðan þetta bara að, þá hafa og konun okkur og vorum hópi gjört oss forviða, þær fóru árla til grafarinnar, fundi ekki líkama hans og komu og sögðust enda hafa séð engla í sín, sögðu hann meira lifandi. Nokkur þeirra sem með okkur voru, fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konunnar höfðu sagt, en sá hann ekki. Þá sagði Jesús við þá, ó, þið heimskir og tregir í hjarta. Hvernig veistu hver heyra svona? Já, en Palli, þeir vissi ekki að þetta var Jesús. Dón ert þú? Og ókunnur maður kemur og þið kallar okkur heimska fyrir. Þið heimskir og tregir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Átti ekki einmitt Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína. Og síðan byrjaði hann á Móse, öllum spámönnunum og útlaði fyrir þeim það sem hann í öllum ritningunum. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Hann lét sem hann vildi halda lengra
bara til þess eins að þeir myndi gera það sem þeir gerðu svo. Og þeir lögðu fast á honum og sögðu, vertu hjá okkur í kvöld. Þegar kvöldu tekur degi hallar og hann fór inn til að vera með þeim og svo bar við hann satt til borðs með þeim, alltaf matur það getur í. Gerist alltaf, vitið það, þegar kristlingar borða saman þá gerist eitthvað. Svo bar við hann satt til borðs með þeim að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Og þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann en hann hvarf þá sjónum þeirra. Og þeir sögðu hvor við annan, brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Brann ekki hjartað þegar Jesús talaði og kenndi okkur úr ritningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerúsalem. Þar fundu þeir þá 11 og þá með þeim voru samankomna og sögðu þeir, sannarlega drottinn upprisinn og hefur birst Símoni. Hinir sögðu frá því sem við hafði borið á veginum og hlustiði og hvernig þeir höfðu þekkt hann þegar hann braut brauðið. Brann ekki hjartað í okkur þegar hann kenndi okkur og lauk upp ritningunum. Elsku vinur, ritningarnar, Biblían, þetta orð hér, lifnar aðeins við í þínu hjarta og fær að loga þar ef hann fær að kenna þér það. Það hann sem opinberar orðið í hjartanu þínu. Mér langar núna til að hjálpa þér að fara á stað í að lesa biblíuna þína og ritningarnar undir kennslu og handleiðslu heilags anda. Langar mig að hjálpa þér bara í grundvallaratriðum eins og ég segi, sum ykkar eru með þetta, aðrir ykkar eru að byrja á því, sum ykkar verða ekki einu sinni sammála með því sem ég ætla að segja. Það kemur bara í ljós. Það eina sem ég byggur verið með opinn huga, opið hjarta, leyfi Guð að tala. Það fyrsta sem ég langar að segja þegar þú lestir ritninguna, þegar þú ætlar að koma og lesa þessa bók sem þér, sem sum ykkar, ég veit alveg að fólk inni sem lesa hana vel og reglulega og allt og hefur lesað hana alla. En ég þori líka að lofa ykkur að stærstu hluti okkar hérna inni hefur aldrei lesað hann alla og les heldur ekki inn reglulega. Sumir lesa bara mannakotnin þegar þeir draga það. Og það gott, mannakotnin gott, sjáðu. Ég ekki að gera lítið úr því. Alls ekki. Og Guð getur svo sannarlega opinberað og talað í gegnum mannakotnið. Það ekki beggi. Beggi mannakotnið eins og við kallum maður einu sinni þegar það var flott sýn. Þetta ég veit ekki hvort þetta til nokkuð staðar ennum á Íslandi. Ég hef ekki séð þetta annars staðar. Það sem getur farið í svona kottn og dregið upp. Þið veit að hljómsveitin mannakotn nefnd eftir þessu. Já, nákvæmlega. Litlu miðunum sem ég dreigi biblíuversin úr. Leyfið ritningunni að túlka ritninguna. Vitið hvað eitt aðal vandamálið hjá kristnum mönnum og ókristnum, ófrelsuðum með biblíuna? Finnst hún ekki samkvæm sjálfu sér. Finnst hún stangast á innan hennar. Þegar maður kristinn og verður kristinn, þá okkur kennt það að allt þetta orð sé Guðs orð, heilagt og satt og rétt. Og okkur ber að lesa það, læra það og hlýða því. Hvernig gengum með það? Já, það upp og heiðalegt svar. Vegna þess, okkur finnst þú svo torskilin og svo erfitt ofta að lesa hana,
það og flestum kristnum sem ég þekki, finnst það bara svona frekar leiðilegt. En hún verður það ekki þegar hann fær að varpa ljósi sínu á það og þetta fær að brenna innan með þér. Þá lifnar hún við og þá hún lifandi orð sem gefur þér þvílíkan kraft og þvílíka opinberun og þvílíkan skilning. Þegar stöðu strákarnir hérna á leiðinni til Emmaus, hann lauk upp, augu þeirra opnuðust, þeir fengu opinberunar skilning og það opinberunar skilningurinn á orðinu sem skiptir öllu máli. Ókristnir menn, höfðingi þessa heims, myrkra höfðingi sjálfur, getur þekkt allt þetta orð, en það ekkert líf fyrir þá. Ekki neitt. Ég get alveg sagt ykkur, það einmilega það sem ég langar að segja ykkur, vitnisburður minn núna í sambandi við það þegar eftir mörg ár sem kristinn maður og ég hafði lesið Biblíuna. Það voru hlutir í henni sem að trufluðu mig. Sem ég fannst stangast á, voru í mótsögn fannst mér og ég var að leita því að því sem að til að sýna fram á þetta væri ekki mótsögn og það var ekki fyrr en mér var bent á það að leyfa Biblíunni, fyrstulega skilja Biblíuna hvernig hún samansett og leyfa henni síðan að túlka sjálfan sig fyrir mér í gegnum heilagan anda. Ekki ég að túlka henni í ljósi sögunar eða í ljósi þeirra sem kenndu mér, jafnvel. Var þér til dæmis sagt að öll Biblían röðuð upp, 66 bækurinnar röðuð upp eftir sáttmála sem Guð gerir við fólk, mismunandi hópa fólki, eða samningi. Vissirðu það? Vissirðu það? Að henni raðað saman eftir samningum. Sáttmála, allar 66 bækurnar. Sjáu þið? Þið vitið gamla og nýja. Sum ykkar vita ekki einu sinni hvað það er. Gamla og nýja, þetta ekki allt saman eldgamalt? Eða ekki? Já, svona, þetta svona í eldri kantinu og þessi bók. Hérna held ég skiptin á Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Gamla testamentið mun þykkara heldur en þetta nýja. Testamenti hér þýðir sáttmáli eða samningur. Þannig að í Gamla testamentinu, sem þýðir gamli sáttmálinn, innan þess eru líka nokkur sáttmálar sem Guð gerði. Við mismunandi hópa og mismunandi fólk. En í grundvallaratriðum þá þessi hérna þykkari samningur hérna, samningur sem Guð gerði við Ísraelsmenn. Áttu að hlýða því alveg í öllu? Ertu Ísraelsmaður? Nei, en býtu, þeim ekkert, ég dreif þetta allt saman í lokin, sem já, maður fór óhlýðast gamla, nei, hingri bara alveg róleg, leið mér bara að klára og þá fáið ég myndina. Þetta var sáttmáli gerð við Ísraelsmenn. Faktískt ekki einu sinni rétt að kalla þetta Gamla testamentið. Faktískt ætti bara að kalla þetta Biblíu Hebrea. Þetta bókin sem Hebrearnir fengu. Þessi hérna nýr sáttmáli, Nýja testamentið og byrjar með Jesú og gefinn eftir það öllu fólki sem vill. Það okkar sáttmáli. Biblían sjálf segir hann betri heldur en sá gamli. Var þá gamli alvondur? Nei, við skulum koma því eftir. En hinn samt betri. Þetta eins og að fara í bankan og endurfjármagna húsnæðislánu sitt.
Þú varst með sko 6% vexti og verðtryggingu, en þú fórst í sænska vexti án verðtryggingar 0%. Þú fékkst bara ný kjör, hvort betri samningur? Þessu getum við auðveldlega svarað. Það miklu betri samningur þessi sem við samdum seinna. Ok, því það hinn hafi verið alvondur? Nei, þú varst búin að lifa með henni nokkur ár. En hinn bara betri. Mér var að hugsa það sem bókina sem ég var vitni með alla áðan, vegna þess að hann sagði þannig að hann heitir Andy sem að skrifa hana, Andy Stanley. Hann sagði einhvern tímann, þegar menn eru nýkristnir, þá erum við kennt að lesa alla Biblíuna. Og flestir, eins og við gerum með alla bækur, byrjum á byrjuninni. Nei, en hver segir okkur það ef við ekki að byrja á byrjuninni? Hérna byrjunin, hún ekki hér. Ungum kristnu fólk yfirleitt sagt það hvar þú átt að byrja? Ég segi maður þeir sé ekki sagt að þú bara byrjar á byrjuninni. Hver hér getur vottað það að þegar þú kemur í svona cirka 4. Mósebók, þá bara deyrðu. Það bara deyrðu. Ég menn það bara, þetta ægilega flott í byrjun, sko. Guð skapaði og þetta svo spennandi allt saman, sko. Og svo bara, verður ekki að geta þetta, drengur. Þetta óholt. Ekki gera þetta. Gerðu hitt. Fara svona oft í bað og, veist, það bara, þetta hrikalega erfitt. Og þá ertu uppáður og segir, verður bara rólegur, því þetta kemur allt, sér. Jesús kemur, sér. Þetta bara til að leiða að Jesú. Og þú lest, og þú lest, og þú lest, og þú lest, og þú deyrð, og þú deyrð, og þú deyrð, og leiðindum. Nema heilarandinn á að blása, og hann hefur blásið í gamla glæður þetta líka. Hann hefur gert það, en svona fyrir flesta, og þess var að gefast flestir upp og hætta. Það sem verra svo Stanley, og það ég vitni í Stanley, Andy Stanley, hann segi, það sem verra það vantar 400 ár inn í söguna. Það bara kemur bara svona stökk. Og síðast sem hún last bara að Guð, hann bara brendi fólkið hans traðkaði óvinnan undan fótum sér, svo bara stokki 400 ár og þá komið jól og Jesús fæddist. Þá komið jól og Jesús fæddist. Hann sagði þetta svona, mér finnst þetta mjög skemmtilega sagt. Veistu, hvað gerðist þarna? Hvernig? Og þegar þú fer að lesa Jesú, þá bara gjörbreytist allt. Þá bara kemur einhver allt annað tónn í allt málið. Þá Guð ekki lengur eitthvað svona vakandi yfir fólkinu, refsandi eða eitthvað hvað þetta fólk ekki trætt við hann lengur. Bara Jesús, bara pappiðinn. Hann elskar þig. Og þú bara, þetta sama bókin? Getur að vera þetta sama bókin? Eina leiðin til að skilja þetta að vita af hverju þetta var skrifað og fyrir hverja í þann tíma sem það var skrifað og vita hvað þetta sem þetta nýja. Þá var ég strax ákveðin að kaupa hana og keypti hana og hún var alveg þess virði í alla staði og hún mjög skemmtileg og fjallar það hvernig þú getur stunda trúboð eða boða trúna og boða fagnarerindið og losa þig við þessar hindranir sem við setjum, mannlega setjum og kirkjan setur oft inn í. En nóg það.
Fékk ég halda áfram, en næsti tími. Vandamálið þitt og mitt að þegar við lesum til lífs og ætlum að lifa trúarlífinu og hlustu nú vel á. Nú ætlum ég að bera svolítið undir ykkur sem ég veit ekki hvort þið eru öll sammála. Ég ætla að útskýra fyrst hvað ég ætla að gera, hvert ég að fara með þetta. Þegar ég er búin að fara í gegnum þetta allt saman, þá ætla ég að enda á dæmi. Mjög þekktu dæmi. Það var í mínu lífi, ég trúi að það hafi verið í mörgum ykkar og flestum kristnum sem ég þekki, dæmi það hvað getur umbylst í ritningunni ef við lesum hana í ljósi heilags anda og í ljósi þess að leyfa henni að túlka sjálfa sig en ekki mér eða einhverjum öðrum. Er þið með í því? Ok, þá veit ég að það verið þolinmóð. Flestir blanda saman. Við fengum svona food processor daginn, hvað er það? Matvinnsluvél daginn, ég og konan. Og hún hún blandar allir, mér finnst voðalega gaman að búið til svona mauk og alls svona gúmulöð og gotteri og með matnum og svona. Og hún blandar öllu saman eins og við vitið, bara komið bara, þú veist, ofsalega flott. Ekki hægt að aðgreina efnin aftur. Bara komið eitt graut. Vandamál okkar oft í ritningunni að lesa að við blöndum saman gamla og nýja. Við gerum ekki greinamun á sáttmálanum sem Guð gerir við Ísrael og því sem hann boðaði þeim og kendi þeim og fyrirskipaði þeim og þeim nýja sáttmála sem hann hefur gefið þér og mér það hvernig við eigum að lifa. Við gerum ekki greinamun á því og setjum oft í sama staukin, hlautum í blandan og hristum saman og reynum svo að súpað og drekka og stundum það ekki auðvelt. Það vil nefna sem dæmi. Hvað meinar með þessu aldrei minn? Hversu oft höfum við ekki sagt og beðið og sungið í textum okkar að Guð komi og fylli húsið af sinni dýrð. Jesús sagði, ég mun aldrei framar búa í húsi gjörðu af mannum höndum. Ég býð þér. Þú ert húsið sem hann fyllir. Ok. Við biðjum oft hluti sem Gamla testamenti kennir. Því þeir báðu Guð að fylla húsið. Og þar var hann utanfrá. Og fyllti húsið og þeir sáu það. Í nýja sáttmálanum hann inni. Þetta alveg regin munur. Bara sem dæmi. Jafnvel það sem við kallum velmegunar fagnarendi, prosperity og gospel, úr sáttmála Ísraelsmenn Guð við Ísraelsmenn. Hann muni blessa það fjárhagslega. Þú gerir þetta, þá muni sjá til þess að þú hafir alltaf nógu öllu. Hann lofar á annan hátt inn í hinu nýja. Ég ekki að segja hann lofa okkur ekki, blessun þar. En það við byggjum rosalega mikið á ritningaversum úr hinu gamla til að styðja við líf okkar í dag. Og ef við setjum of mikið graut í það, þá lendum við vandræðum með það. Annað dæmi, ég verði að nefna þetta því að ég man ekki, þú kannski manst það allir, mér minnir að Andi hafi þetta svo vel sagt. Þess vegna eru margir kristnir sem trúa því að þeir séu kallaðir til að segja þjóðinni til syndana og vera þar af leiðandi Gamla testamenti spámenn. Hafið heyrt í svoleiðis mönnum? Já. Þeir fordæma allt og alla. Það má ekkert gerast í þjóðfélaginu. Þá það fordæmt. Og þú spyr kannski, já, en ég var að leyfa þið bara að vera óáreittu. Nei, býtu. Nýja testamentið, nýja sáttmáli, gefur okkur alltaf aðra leið til að díla við það. Sjá, það munur á. Þeir segi ekki að við höfum bara láta það vera bara allt í lagi. Það bara kennir okkur aðra leið til að taka á hlutunum. Við eigum ekki að benda fingri. Biblían segir alveg skýrt, þú átt ekki að dæma. Þar sé að nýja sáttmálinn segir, þú átt ekki að dæma. Samt eru kristni menn mjög oft að dæma. Af hverju?
vegna þess að í Gamla testamentinu þá komu spámennir og bentu á syndina. Megum við þó ekki gera það áfram? Já, ef þú ert Ísraelsinni. Ef þú ert Ísraeli undir gamla sáttmálanum, þá náttúrulega gerur það. Rétt hönd sem Ísraelsmaður. Já, ég meina í gamla sáttmálanum. Já. Sjá hvað fara. Sumir eru sammála með sumir ekki. Þetta alltaf leið. Þið með alveg láta þetta melta og grautast í ykkur því það þarf að gera það. Og þá komum við því sem ég var að segja á það. Gamli sáttmálinn svona vondur að við megum ekki blanda honum saman við þenni nýja í okkar lífi? Nei, hann ekki svo vondur. En þegar hann var mjög góður í sínu samhengi sem hann var gefinn. Mjög góður. Og alveg sérstaklega góður. Hann var bara ekki gefinn þér. Hann var ekki gefinn mér. Sko vandamál ekki að Gamla testamenti sé svona gallað. Bara alls ekki. Það ekki það. Vandamálið að við höfum svo erfitt með að aðskilja að það hefði komið einhver nýr sáttmáli sem tók við að þessum gamla. Við setjum þetta allt í sama hattinn. Biblían öll á að tala til mín. Og býtu, leiðu segja þetta, þá getur hún gert það, sjáðu. Hún getur svo sannarlega gert það. Já. En hún ekki lögmálsbókin þín, það gamla. Það er lífslega meldast. Hver sagði ég ætlaði bara að vera með einhverja mjólk í dag? Vísi hún góð? Já. Ok, við erum að halda boður. Ok, gott og vel. Þetta var alveg frábært. Við verðum samt að halda boðorðin. Hver segir það? Segir það? Nei, ekki hjálpa. Sýndu mér hvar Jesús segir það. Það var allt annað handlegur. Hann sagði ekki nefnilega halda skaltu boðorðin 10. Sagði þá að við ættum að brjóta þau? Nei, hann bara með aðra leið. Ef ég segi við þig, hér eru 10 boðorð, hlustu nú vel á, því þetta snýst þetta krakkar. Ef ég með spjald hér með 10 boðorðum og ég segi, þið verðið að hlýða þessu ef það ætli að vera kristinn. Hvað gerist? Sumikar sem takit alveg að reyna að hlýða. Flest ykkur segir, okkur má ég það ekki, reyna að brjóta þetta og sjá hvað gerist. Ef þú segir litlu barni, þú veist, þú mátt ekki fara í þessa dós hérna, þetta rétt fyrir jólin, hann veit að fullt af kökum. Þú fer ekki í þessa dollu hér. Þetta fyrir af og ömmu. Hver fer í dósina? Afi fyrir í dósina. Páll postili meira segja sagði í Rómarbréfinu, hlusti á, hann sagði meira segja boðorðin eða lögmálið espaði upp í mér syndina. Þau espaði upp í mér syndina að gera eitthvað sem ég á ekki að gera. Af því að búið að segja mér í mig eða ekki. Þetta eru boðorðin 10. Þetta var sáttmálinn sem þeir höfðu. Ef þú heldur þessi boðorð, þá skal ég blessa þig. Utanfrá og inn. Jesús sagði aldrei að við ættum að halda boðorðin 10. Hann sagði, nýtt boðorð gef ég yður, sem þó ekki nýtt. Elska skaltu náungan eins og sjálfa þig. Og Páll segir líka, í þessu uppfyllist allt lögmálið og spámennirnir, öll boðorðin 10, að þú elskir náungan eins og sjálfa þig. Hvaðan kemur það? Innanfrá og út. Sjáu muninn. Annað eru boðorð sem segja þér hvað átt að gera.
utan frá inn og þú reynir að fylgja því og hlýða því og gera allt. Og þið vitið jafnvel og ég að það gengur bara mjög mismunandi vel. Þegar hins vegar þú kemur í nýja sáttmálan, þá segir Guð, nú ætla ég að rita mitt lögmál á hjartaspjöldin ykkar. Allt sem ég var að reyna að segja og allt sem ég sagði Ísraelsmönnunum utan frá inn og mætti þeim og sagði þetta og þetta er allt, það endurspeglar hver ég er og hvað ég vil, já, en nú ætla ég að gera þetta öðruvísi. Nú ætla ég að koma inn í þitt hjarta með minn kraft, og því ekki á að hæfæjar, já, með minn kraft, með mínu ópenbarun, alveg eins og Jesús þegar hann gekk með strákunum niður á Emmaus og þeir fengu ópenbarun inn á þegar allt inn og lögst upp fyrir þeim. Það þurfti ekki að segja neitt meir, þeir vissu. Og þetta er kristendómurinn og þetta er hinn nýji sáttmáli. Þess vegna er hann miklu betri. Þú þarft ekki að puða að fylgja ykkur utan frá inn hvernig þú átt að vera kristinn. Þú leyfir honum að koma inn, vinna í hjartanu þínu, lifa þar og starfa. Mundu, hvenær var það sem að þetta lögstu frá? Þegar hann braut brauðið með. Hvað voru að tala brauðsbrotningun hérna daginn? Að koma og neita af Kristi. Þegar þú neitir af Kristi í lífinu, þá kemur opinberun Guðs inn í hjartað þitt og þú skilur hluti sem þú ekki skildir áður. Þegar þú fær þá opinberun, þegar þú fer að lifa í hinu nýja sáttmála til fulls, þá mun Guð sýna þér eins og Jesús gerði á veginu til Emmaus, hann sjálfan í Gamla testamentinu. Þá allt í einu poppar Jesú upp í Gamla testamentinu bara út allt. Þú sást hann ekki áður. Því þeir lág svo mikið á að hlýða Guði í öllu því sem hann var að segja þér í Gamla testamentinu. Og þeir tókst aldrei að hlýða. Og Páll sagði það er vonlaust, þú getur aldrei. Þú getur ekki hlýtt þessu, reyndi ekki að gera það. Í Galatabréfinu, hlustu á þetta, í Galatabréfinu segir, men við höfum oft talað um það, hvað er að falla á náðinni? Þú veist, það er eitthvað synd sem þú framkvæmir og drýgir og þá bara þú fallur á náðinni og þú bara glatast. Ef við leitið í ritningunni, kemur bara einu stað framreyndar í Galatabréfinu, að falla úr náðinni, það er, ef þú hættir að lifa undir náð Guðs og byrjar að lifa undir lögmálum hans. Þú hættir að lifa honum og fer að reyna sjálfur. Galatabréfið. Þá fellur þú úr náðinni. Og fyrst við erum komin þangað, faktískt sko, þetta er náttúrulega algjör steypa að vera að reyna að taka þetta núna í einu tíma eins og þú sagði. Þetta er faktískt margar klukkutíma efni ef við ættum að gera þetta vel til þess að láta þetta opnast fyrir okkur einhverja heildarmynd af þessu. En ég vona að þið tækja eitthvað af þessu með ykkur heim til þess að skoða. En hlusti nú á þetta, að þið vorum í Galatabréfinu, eða Glataðabréfinu sem maður sagði. Það var eitthvað sem mismælti sig. Það var að fyrirgjóða, hann er bleslindur. Sorry, ég bara las þetta eitthvað vitlaust. Í 4. kaflanum í Galatabréfinu, það er segja Galatabréfinu, í 4. kaflanum, í restin af 4. kaflanum er talað um 2 sáttmála. Annar sáttmálan sem að lögmálum var gefið fyrir Móse og hinn sáttmálan sem Jesús gaf. Og þau byggja á fæðingu Ísaks og Ismael. Þegar Abraham fæddi 2 sonum, Guð var búinn að lofa honum einu sinni sem átti að vera kraftaverkasonur. Abraham, þið þekkið söguna, var óþolumóður, gat ekki beðið, trúði faktist ekki orðið lengur að það væri hægt. Þú veist, Sara mín, við erum svo gömul. Þetta mun aldrei ganga. Og hún sagði, já, sérstaklega ég. Okkur leggst ekki með ambáttinni þinni
og þá átt þú son, hann sannarlega sonur þinn, það ekki hægt að neita því. Svo hann sefur hjá ambáttsinni og þau fæða Ísmael. Og Galatabrífið segir, í þessu eru 2 sáttmálar, og ég ætla að lesa hlustiði. Þeir voru bræður, sannarlega voru bræður, áttu sama blóðföður. Og svo ávarpar Páll hérna og segir, þér bræður við okkur eruð fyrirheitisins börn eins og Ísak. Eins og sá sem fæddur á náttúrulegan hátt, Ísmael, ofsótti forðum þann sem fæddur var á undursamlegan hátt, þannig það líka í dag. Hvað segir ritningin? Rek burtu ambáttina og son hennar, því ekki skal ambáttarsonurinn taka arf með sinni frjálsukonunnar. Þess vegna bræður erum við ekki ambáttabörn heldur börn frjálsukonunnar. Hvað er hann að segja? Krakkar, þetta í Biblíunni. Ég bjó þetta ekki til. Ég vildi ég hefði búið það til, því þetta svo flott. En ég gerði það ekki. 2, og Guð segir, rek burt ambáttina og soninn sem fæddur á náttúrulegan hátt. Vík burt úr tjaldi mínu öllu því sem tilheyrir hinu gamla, það sem við reynum að gera hlutinu utanfrá og inn í eigin mætti. Því að það mun ekki, því að sonur ambáttarinnar mun ekki eignast eða eiga að erfa fyrirheitin með hinum. Með öðrum orðum, í okkar lífi verðum við aðskilja það gamla og það nýja. En við gerum það ekki. Við gerum þetta ekki. Já, það stendur í Galatabrifinu. Við maugum þessu í matvinnsluvélinni. Við blöndum þessu saman. Og eigum það svona erfitt oft með að skilja hvað er hvað og akkur gerir Guð þetta svona hér og svona hér. Veitu Guð, ertu nokkuð skitsó? Í alvöru? Akkur ekki þetta skilja, akkur ertu út eins og algjörlega ef ekki bara þríhugi? Það er ekki nokkulega að fá botni hvernig þú ert að vinna. Hérna hegður þau svona, svo er allt í nöður svona og þá langar mig að koma þessu í lokin sem ég ætla að vera að spyrja. Hverju trúir Guð? Er Guð kærleikur? Ok, lestu Gamla testamentið og samfærst það. Þá kemur spurning, ég byrja er hann góður? Já, hann er góður, en þegar hann er vondur, þá hann bara að gera eitthvað af því hann er góður og við skiljum það ekki. Er það sammála? Hann er rosa góður og svo lesum við eitthvað það sem hann virðist vera rosa vondur, þá er hann samt rosa góður vegna sem við skiljum ekki hvað hann er góður af því hann er að gera eitthvað sem við skiljum ekki. Við erum bannleg og hans vegir aðrir okkar vegum og eitthvað svona. Innstinni reynum við nefnilega að láta þetta passa. Innstinni reynum að láta þetta einhvern veginn passa. Jú, hann er góður, hann er alltaf góður. Það stendur hvergi í Biblíunni Guð er fyrirgefning. En hann fyrirgefur alltaf. Það stendur hins vegar, hann er kærleikur. Og ef hann er kærleikur, þá var hann það bæði í Gamla og Nýja testamentinu. Samt er alveg rosalega mikill munur á hvernig hann virðist vera í þessum 2 bókum. Er ósaman með kannski bara hér? Nei, það virðist vera alveg rosalega mikill munur. Og þá er mikilvægt fyrir ykkur og mig að við áttum okkur á hverju þessi munurinn er og hvað er í gangi og þetta gamla er ekki það sem hvernig hann dílar við fólk í dag. Hann er bara ekki að því svona. Og ég ætla að klára hérna á versi til að útskýra hvað ég meina.
að blanda ekki saman. Ó, þetta gott vers, hlustið nú vel á. Þetta þekkiði. Og engli safnaðarins í Laodíkeu skalt þú rita. Þetta segir hann sem amen, votturinn, trú og sanni upp af sköpunar Guðs. Ég þekki verkin þín, að þú hvorki kaldur né heitur. Betur að þau væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, þá mun ég skirpa þér út af munum mínum. Pásum. Hver margir á að lesa þetta vers og liðið illa? Aha. Þetta í Nýja testamentinu, jú. Þetta í Åpenbarunarbókinni. Ég get ekki sagt ykkur hvað ég rætti marga kristna sem líður bölvanlega og vilja helst ekki heyra sér vers þegar þau dæma þau, þegar þeim finnst að vera hálfvolg í trúni. Hálfvolg. Þau les ekki nóg. Hálfvolg af því þau biðja ekki nóg. Hálfvolg af því þau nenna aldrei trúboðnir í bæ. Hálfvolg vegna þess að þau í mestalagi koma á samkomur á sunnudöfum og búið. Ef ég er kristinn þá lifi ég alla 24/7 og bara gefin í þetta, brennandi. Annars ég hálfvolgur. Og Jesús, Biblían segir, Guð lætur engil segja, betra að vera bara kaldur eða heitur, en svona hálfvelgju, ég bara þola hann ekki. Og ég skirpi þér út af munni mér. Hvað kærleikurinn í þessu? Við þurfum nefnilega að díla við þetta. Við verðum að taka oss, við verðum að skilja betur hvað í gangi hérna. Á hverju lætur Guð svona? Hvað á honum alltaf? Hvernig, á hverju segist hann elska mig og svo ætlar hann bara að skirpa ef ég verið eitthvað smá svona dabur? Það ætlar bara að skirpa mér, það er bara búið. Og þá kemur ykkur góður og trúrækinn til okkur og segja, já, þú bara yðrast alveg núna, yðrast í sekk og ösku. Þú veist bara, það er bara 30 daga fasta og þú veist, og sjá hvort að Guð fyrirgefur ekki og reisið við. Og svo fyrir þú veist og þeir líður ennþá verð. Þú veist, fyrsta lesturinn þú alveg að kveljast úr hungri og svo ertu bara búin á því vegna þess að það er ekki nema samvinskupið sem kemur. Ef hann segir líka í Nýja testamentinu, og þetta er það sem ég ætlaði að benda ykkur á, í Nýja sáttmálanum, þetta er í Nýja sáttmálanum, og hitt er í Nýja sáttmálanum sem ég ætla að vitna í núna, ekkert fær slitið þig frá kærleika Guðs eða frá Guði, ekkert. Og hvorki þetta, hvorki hitt, hvorki svo talið upp, fær slitið þig frá, hældif, vitt. En ef þú ert hálfvolgur, þá slitið frá. Það stendur. Nei, það stendur ekki. Já, en byrju, það stendur þarna. Ef að það, byrju, það er ekkert og þú ert rétt fyrir að vona, nú ertu komið í gegnum gamlu bókina, þú ert komin í nýju, þú ert komin hérna í Nýja testamenti og þú lest, yes, that's more like it, sko. Nú er ekkert fær slitið mig frá kærleika Guðs úr hendi hans, ég er hans eilíf, það er ekki, svo er þetta komin í síðustu bókina í Nýja testamenti, þá segir, nema þú sért hálfvolgur. Það var bara ekki nefnt fyrst, þá bara til að leiða inn í þetta svo sæir það. Ef ég talaði upp þar, þá hefði allt hitt gleymst inn. Þú veist, ég er rosa góð við þig, en ég skirpi þér. Þetta er ekki, við hlæjum að þessu. Akkur hlæjum við þessu? Veistu akkur við hlæjum að þessu? Þetta er, já. Veistu akkur við hlæjum að þessu? Vegna sem við höfum öll verið á þessu stað, hvernig túlka þetta, hvað þýðir þetta? Við sjáum okkur í kómíkin í þessu og þetta stanga svo á að við getum ekki bara látið þetta ganga upp. Amen.
Lesum þetta. Engli safnarins í Láódíkeu skalt þú rita. Þetta segir hann sem amen, votturinn, trú og sanni upp af sköpun og Guðs. Þetta orð frá Kristi sjálfum inn í söfniðin. Hann byrjar vel. Og tökum bara þessi dæmi að þetta séu við. Segjum við. Byrjum aftur. Og engli safnarins í Smárakirkju, Grafavogi, skalt þú rita. Þetta segir hann sem amen, votturinn, trú og sanni upp af sköpun og Guðs. Krakkar, enginn hefur sig kyrr, Kristur að fara að tala til okkar. Halleluja. Svona erum við þau ætlum að heyra frá Guði. Hættum þessu. Verum eðlileg, einlæg, opin, leifum honum. Ég segi þetta svona vegna þess að það þannig sem þessi kirkja var. Hlustiði. Ég þekki verkin þín. Þú hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því þú ert hálfvolgur, hvorki heitur né kaldur, þá mun ég skirpa þér út af munni mínum. Og þú segir, takk þetta, þú segir, þetta vitnisburður okkar, þetta vitnisburður Smárakirkjunnar, þetta vitnisburður Láódíkeu kirkjunnar. Þú segir nefnilega við mig, kæra kirkja, söfnuðu minn. Þú segir nefnilega, ég ríkur. Ég orðinn auðugur og ég þarfnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur, aumingi, fátækur, blindur og nakinn. Hvað að því á þessari kirkju? Jesús, sjá, þetta gömul þroskuð kirkja. Jesús ekki með nýkristna að vera skammaður fyrir að vera hálfvolgur. Þú lest ekki nú í biblíuna þú ert hálfvolgur. Þú veist, hann ekkert að segja það. Hann með grundvallaða, gamla, stönduga, góða kirkju. Og Jesús segir, ég þekki verkið þín og þau eru góð. Það ekkert að verkunum þínum. En þú ert hálfvolgur hins vegar í þeim. Já, nákvæmlega. Þú veist ekki nú áhugasamur, byrju við. Þú segir, ég ríkur og þarfnast einskis. Hvað kirkjan að segja? Hún að segja, við búin að meika það í trúni. Við erum með allt sem við þurfum. Við erum rík. Við erum með verkin okkar og það lykillinn setti. Við erum með verkin okkar. Utanfrá og inn. Verkur utanfrá. Það vantaði ekki neitt. Þannig að það var ekki hálfveldja vegna sem lási ekki í biblíuna. Það var ekki hálfveldja því þið bóðu ekki trúna. Það var ekki hálfveldja því þið héldu ekki samkor og bænastundir, borðuðu saman og voru alltaf saman. Það var sko engin hálfveldi í því. Þau voru fullkomin í verkunum sínum. En innra fyrir varstu fátækur, vesalingur, aumingi, nakinn og það sem mest af öllu, blindur. Blindur. Já, hann finnur ekki að skirpa okkur út þó við séum nakinn og blind. Nei, byrju, þú veist alveg hvað það er að fara. Það ekki að segja það hérna. Þetta flott kirkja. Ef hún væri hinn dag, þá væri hún með allt. Hún var ekki bara með þetta flotta kerfi og svið sem allir búin að setja þetta upp. Segir mig ekki ekki að. Hérna væri allt í orðin. Hérna væri Sibba, pastorinn, með allt sitt teimi í kring og við værum öll í trúboði. Hérna væri fasti biblíulasti. Hérna allt verkið í gangi. En Jesús sagði, þeir bara hálfvolg. Á hverju segir hann það? Er þetta ekki vera brennandi? Veitu? Hún þessi. Ég að koma að henni. Þegar hann búinn að vera með þessa góða lesningu, veselingur, aumingi, fátækur, blindur og nakinn,
þá segir hann við kirkjuna sína: nú ræð ég þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi. Hvað er það? Leyf mér nú með orði mínu og anda að hreinsa þig. Þú þarft á mér að halda til að lifa andlegu lífi. Verkin þín eru ekki nóg. Leyfðu mér, keyptu mig gullkonto og þigðu af mér gull núna skýrt í eldi. Þannig verður þú ríkur. Og hvít klæði til að skýla þeir með að eigi komi ljós vanmyrra nekta þinnar. Hver eru hvíti klæðin? Hvít klæði réttlætisins. Meðtaktu réttlæti mitt í Kristi. Leif mér að hreinsa og réttlæta þig. Það er leiðin í lífinu til Guðs, ekki verkin þín, þó að góð séu. Takk þetta. Gefðu mér núna að þú komir og kaupir af mér hvít klæði réttlætisins fyrir blóð mitt, ekki lengur réttlætast af verkunum þínum. Þau eru yndisleg, en þau frelsa þig ekki. Þau eru ekki nóg. Og hann heldur áfram og klárar: hvít klæði til að skýla nektina, vanveru nekta þinnar, og smisla smyrja augu þín til þess að þú verðir sjáandi. Meðtaktu heilagan anda og opinberun hans, þannig að þú sjáir hið andlega líf. Þið eru geggjað, hann geta sagt þetta í nútíma tungumáli. Ég segi ykkur, elsku kirkja mín og söfnur, þið eru geggjaflott. Það er enginn sem lúkkar betur af öllum söfnuðum landsins heldur en þið. Það er enginn sem er duglegri í öllu sem þið eru að gera. Enginn. Þið eru flott. En þið eru hálfvolk. Þá kemur ný merking í orði hálfvelgja. Fyrir ég trúi því, og nú ætla ég að bera eitthvað undir ykkur, að það sem er að tala um hér er nákvæmlega það sem ég var að tala um áðan, að dúndra gamla og nýja allt í mixirinn og nota það saman. Ég vildi vera annarkvort. Vertu bara annarkvort í verkunum þínum, haltu lögmálið, lifðu, láttu það réttlæta þig, eða vertu í anda Guðs og að náðinni, láttu hann réttlæta þig. En af því þú ert í hvorugu eða báðum, þú blandar öllu saman í graut, þá ertu hálfvolgur. Og ég las það áðan eða vitnaði þig í Galatíabréfinu, þá fellur þú úr náðinni. Hann er bara að benda kirkjunni og sagði: hei, réttlætin kemur ekki fyrir verkin, réttlæti kemur fyrir náð. Lífið í mér fæst ekki fyrir verkin þín, það fæst fyrir náð. Þegar þú meðtökur náðina, þá verða verkin góð. Og ég skal engi segja mér það, þessi kirkja byrjaði nákvæmlega þar. Hún byrjaði nákvæmlega í náðinni og þess vegna óx hún og dafnaði og var flott. En að einhverjum tímapunkti þá gleymdu þau hvar þau áttu heima, hver þau byrjaði, og lita og sér, hvað við erum búin að ná miklu árangri. Og þau fljúga hátt í eigin réttlætingu. Og Guð segi: nei, það gengur ekki. Ef þú ætlar að halda svona áfram, þá eigum við ekki samleið. Þá verð ég, hann notar mjög harkaleg orð, styrpaðir, en þá bara eigum við ekki samleið. Þetta virkar, svona er ekki Nýja testamentið. Þetta er ekki lífið. Það er bara í mér, og af mér koma verkin. En leið og þú heldur að verkin séu það sem er aðalmáli hjá þér, og verkin séu það sem frelsar þig, og verkin sem þú er búin að ávæna til réttlætis. Leið og þú ert farin að mixa náð, þá ertu farin að gera það sem Galatíabréfið sagði þér ekki að gera. Þá ertu farin að reyna að láta Ismael og Ísak báða erfa fyrirheitið. En þeir geta það ekki. Það er bara annar sem fær það, og það er fyrirheitið síns barn, sem kemur bara fyrir kraft og náð Guðs. Það er næsta tíma. Elsku vinir, ég veit ekki, þetta er náttúrulega alveg hellingur til þess að bryðja og tyggja og skoða, og ég er ekki að biðja ykkur að taka þetta, já, æðislega maður, þetta er satt, nei, bara skoða þetta, lest þetta, stúderaðu,
kanna þetta, leiðu Guð að tala, vertu svo strákarnir að leiðinni til Emmaus og leiðu Jesú að kenna þér, ljúka upp ritningunum og það mun brenna í hjartað þér. Amen. Amen. Þetta er mjög mikið orð. Þetta var rosalegt. Bara til þess að við séum alveg með þá hreinu, það er enginn að fara að henda Gamla testamentinu. Ég vildi bara, veistu, það er margir sem hugsa, býtu, er þá verið að meina, þegar mann einmitt fær opinberun á því hver Guð er, hver Jesú er, þá fer maður að skilja Gamla testamenti út af það er gamli sáttmannin sem svona eins og óskýr mynd af því sem koma síðan átti. Skiljið hvað ég er að meina. Og eins og Halldór kom inn á, það eru svo marga frásagnir þegar maður átt að sjá því sem að opinbera Jesú. Þannig að ég bara, orð Guðs er innblásið, Biblían er innblásið orð Guðs, nytsamt til margra mismunandi hluta, til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar og til menntunar í réttlætinu, til þess að Guðsmaðurinn sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Grunnurinn er opinberun Jesú. Grunnurinn er það að við frelsumst fyrir náðan en ekki fyrir okkar eigin verk. Og í öllu því sem að við gerum í Guðsríkinu, það nálgust í Jesú í gegnum kærleika hans. Við erum undir náð hans. Við erum elskuð af honum. Og þegar við erum þar, þá opinbera Guð okkur alla réttinguna. Hann svo sannarlega gerir það. Og það er svo mikið þarna, þetta er svo spennandi efni að mörgu leyti, en mjög erfitt kannski að útskýra. En, já, akkurat. Ef ekki að rísa á fætur. Ó, kórinn, hvernig